Herri, já, það sem ég var að segja var að með rigidbody að þá getum við fryst annarkvort hvar hluturinn er staðsettur eða hvort það sé að snúast. Og við viljum að okkar hlutur sé ekkert að snúast, þannig að við frystum rotation í allir sáttir og við líka að hann á ekkert að fara upp eða niður, þannig að við frystum bara uslan. Þannig að hann getur bara að fara áfram og svona upp eða svona inn í leikina og tilbaka. Ok, þannig að við getum prófað þetta aftur og prófum að klessa á eitthvað, sjá hvort eitthvað gerist. Þegar ég klessi hérna þá virðist allt í lagi, hann fer ekkert á eitthvað tómt rugl. Ok, þannig að playerinn okkar virðist virka, myndaðan er komin á sinn stað, hann er þá kannski prófa að láta skjóta. Þannig að þá erum við þetta forrið sem heitir leikmaður skítur og það forrit fer á okkar gun barrel end. Af því að við látum ljós svona geisla birtast þaðan, til endanum á byssunum. Þá, þetta er staður sem er rétt fyrir framan byssuna. Þá mun hann að geisli birtast þarna. Og sjá að kemur hann error, there is no line renderer attached to the gun barrel end. Það er rétt, við þurfum að fara í gun barrel end, bæta við þessu line renderer, það er það sem birtir þessara línu þarna. Og hérna getum við valið element undir hérna materials. Hérna er ég með line renderer valinn. Ég get breytt hérna material og þá er eitthvað hérna sem heitir line renderer material. Vel það. Ef ég ít að play hérna núna þá kemur eitthvað svona fárlega, klunnalega. Nei, það vantar audio source líka. Þannig að við fyrir inn í add component og audio source. Prófum við að play núna. Já, sjá, það kemur ekkert hljóð núna, en þetta line renderer virkar, en þetta er bara fárlega breytt strik. Við getum farið inn í line renderer og getum breytt þyktinni hérna, setjum það bara í eitthvað aðeins, eitthvað minna, það lítur betur út. Síðan við viljum fá hérna eitthvað hljóð, þannig að við getum farið inn í audio, effects og ekki mixers, ekki music, player gunshot. Við getum draugið það hérna inn í audioklippið og ef maður ítir á play þá heyrið þið hljóðið. Eða ég miskust að heyra það og það sem maður þarf að gera það er að maður þarf að fara hérna í gun barrel end valið, audio source og taka þetta haka af play on awake. Play on awake þýðir það reið á leikunum byrjar þá spila hljóð og við viljum það ekkert. Herðu ok, þá er okkar leikmaður, hann lappar og hann getur skotið. Þá getum við farið að setja inn óvinnin okkar og við skulum þá fara undir models, fara undir characters og við ætlum að finna hérna Zoom Bunny. Setjum hann bara hérna og hann á að snúa í þess átt. Við þurfum ekki að vera fíkt í því ennþá eða breyta því. En þessi kall hérna, hann þarf að vera með rigidbody líka og capsule collider. Þannig að við fyrir í add component, skrifum capsule, þá fáum við það upp. Við látum miðjuna vera í 0,8 og hæðin 1,6. Þetta er ekki heilaga tölur. Látum að fá rigidbody. Og við förum aftur inn í constraints, og frystum position position og frystum rotation allt þrennt. Og síðan þurfum við að setja eitt forrit á hann sem heitir hérna Rave Enemy. Drögum það bara á Zoom Bunny.
prófum þetta play, sjá hvað gerist. Það er ekki mikið að gerast. Og það er út af því að okkar player, hann þarf að vera með tag. Þarf að vera með tagið player. Þá virkar þetta. Þá er hann eld okkur. Ok. Við þurfum líka að setja forritið enemy deyr á Zumboni. Þannig að draugum það bara á Zumboni. Prófum bara í play. Þá sjáum við að það gerist ekkert þegar maður er að skjóta óvinn okkar. Og það er því að í okkar forriti leikmaður skýtur að þá eitthvað starf hérna spyrum sig if hit is quotemark.collider.tag saman sem enemy. Hann er núna aðtók hvort að collider sem er taggið enemy og það er eitthvað sem við erum ekki búin að gera. Við þurfum að láta okkar Zumboni verið með taggið enemy. Þannig fyrir minni í tag, bætu við taggi, látum þetta hitta enemy, fyrir sinna eftir í Zumboni, fyrir hérna og finnum enemy, prófum þetta aftur. Þá kemur error að það er engin audio source attached to Zumboni og að því að við viljum jú að heyrist eitthvað hljóð þegar hún deyr. Þá getum við farið hérna í audio effects og Zumboni death. Prófa að spila hljóð. Eða Zumboni hurt. Tökum bara death. Draugum það bara beint á Zumboni. Og eins og áður tökum við play on awake af. Prófum aftur leikinn. Þá virkaði þetta hana. Skulum aðtók hvort það virki að leikurinn byrja upp á nýtt þegar Zumboni labbar á okkur. Þannig þá er forritinu sem heitir player deyr og draugum það bara á okkar player. Og sjáum hvað þetta virki. Ok, þetta virkar. Það sem við viljum núna er að við viljum eiginlega hérna búa til fleiri svona vandakalla. Það spánir svona svolítið margir. Þannig að ætlum að byrja því er að láta okkar Zumboni, ég held hann sé alveg rétt í, gera hann að prefabi. Því við ætlum að láta margáslis byrtast. Þannig að tökum bara Zumboni, drögum það hérna inn í prefab mappin okkar og gerum hérna original prefab. Þá getum við hent Zumboni sem er inn í leiknum minna fyrir og við erum sem með sérstætt forrit sem spánar óvinn okkar sem heitir búið til enemy. Draugum það bara á okkar player og hérna þegar við veljum player þá erum við með forrit hérna. Þá byður hérna enemy prefab, þannig að það er okkar Zumboni. Það er hvað við viljum láta byrtast. Hérna getum við stilt hversu mikil tími líður milli spán, hversu langt í burtu er hluturinn að byrtast. Þannig við prófum þetta play. Þá byrtast þér hérna. Já, þá gerist þetta, já.